ætlum við að blása aftur lífi í lið sem að, þótti sig sjálfur frá vakti töluverða athygli hér fyrir sumarið. Þá tók ég allmörg viðtöl við nýja þingmenn á Alþingi, þingmenn sem fóru inn í síðustu kosningum. Var það ekki 30. nóvember með minni það sem við gengum að kjörborðinu. Og við köllum þessa þætti óþekkti þingmaðurinn. Þessi nýju þingmenn eru nú reyndar margir hverjir þjóðinni kunnir fyrir kannski einhver önnur störf en kannski ekki mjög þekktir enn í huga þjóðarinnar sem þingmenn. Og við leggjum upp úr því að í þessum samtölum að kynnast persónulegri hlið þessara þingmanna. Við getum kallað það að við leitumst við að finna mannin eða manneskjuna á bakvið þingmannin. Og góður gestur í dag, nýr þingmaður Flokks fólksins, Sigurður Helgi Pálmason. Vertu velkominn, Sigurður Helgi. Takk kærlega fyrir. Við höfum svolítið brasað í því að reyna að finna sameiginlega stund. Akkurat. Þetta breytti svolítið hjá mig þarna í desember. Út á dollu. Já, út á dollu. Já. Og ég hef nú sagt stundum svona í gríni að þetta er eiginlega einn mestu vörusig sem ég upplifa á ævinni, þetta er ekki þægileg innivinna. Það er bara brjálað að gera. Það er brjálað að gera. Já, og þú ert ég get eiginlega nánar sagt að ég hafi ekki hitt fjölskyldunum mína í fyrstu bara 6 mánuðina á þessu kjörtímabili. Það er bara þannig. Já. Þú hefur einmitt, þegar nefnir, þú hefur ekkert verið mjög áberandi í fjölmiðlum. Þú hefur bara haft öðru að sinna. Já, ég fór nú að skoða því að það er margt áhugavert þegar maður kemst inn á Alþingi, að það er skoðanir sem að maður var kannski búin að mynda sér, að maður fær kannski svolítið svona aðra sýn á það náttúrulega bara þegar maður kemst inn. Já. Og eitt af því man ég eftir þessi umræði sem að koma alltaf ræðutíma þingmanna, að það ætti að samsvarir sér að ef þú tala lítið í pontu og þá værur ekkert að vinna. Það náttúrulega ég ætla að gera á henni kominga en ég er mjög neðarlega á listanum yfir ræðutíma í pontu. Já. Og ég held að vissu leyti að því ég kem svona nýr inn að það tók mig og ég er ennþá að reyna að svona hálfpartin að finna út úr því hvernig ég á að vinna vinnuna mína vel. Ég er í þó nokkuð mörgum nefndum. Ég sagði eins og ég hef oft gert svona á minni ævi að ég segi nú oftast bara já. Það er það sem hefur oft leitt til svona þekkingar á nýjum sviðum og svo bara oftast þetta bara hefur það alltaf verið skemmtilegt. En ég var varaformaður utanríkismálanefndar. Ég er aðalmaður í umhverfis- og samgöngunefnd. Ég er formaður Evrópuráðsþingsins og ég er formaður þingvallanefndar. Svo er ég framtíðanefnd og svo var ég í samráðshópnum núna sem var öryggis- og varnarstefnu. Þannig að koma svona nýrinn á Alþingi og þú hellir inn í þetta eins og ég geri. Að þá bara hálfpartin hvarmaður inn í þetta starf sem að mér finnst mjög góð tilfinning. Já. Að ég upplifi þetta eins og ég sé að vinna vinnunum mína. Ég er ráðinn til þess að starfa fyrir land og þjóð og það er hægt að gera lítið á Alþingi. En ég held að ég sé bara, ég allavega fer alltaf svolítið stoltur heim á kvöldin. Ég held líka kannski að þetta sé svona tvíeggjað vopn. Þeir þingmenn sem eru alltaf í öllum umræðu þáttum og eru einhvern veginn alltaf bara upp í andlitinu á okkur. Ég er ekkert endilega viss að þeir græði mjög mikið á því. En á sama tíma það náttúrulega þarf þingmaður á athygli að halda. Já, og það er alveg þannig. Ég held líka að ég hef bara gefið mig líka svona eins og ég segi ákveðin tíma. Hvernig þess að það að tala ekki það finnst stundum eins og við séum að tala hluti sem við höfum kannski ekki búin að kynna okkur nægilega. Það er nú kannski út af það sem starfið gengur stundum. Já, en ég, af því ég er svo ofboðslega nýr, að þá tala ég ekki þetta stjórnmálamál. Nei. Ég er bara hreinlega ekki komin með orðaforðan. Nei. Og ég hef sagt það að
ég skildi hreinlega ekkert hvað var í gangi fyrstu mánuðina í starfinu mínu. Það er að segja, ég þurfti sko að leggja meira á mig bara til þess að reyna að finna út í hvað var að vera að tala um og það er alveg, sko, þeir sem hafa verið í pólitík lengi segja þetta alveg, það tekuði bara ákveðin tíma að komast inn í, ef við tökum bara jöfnunar svo sveitafélag eða rammaáætlun, þú veist, þetta eru 2 hlutir sem að koma í sömu vikunni í nefndi mín og ég satt inn í nefndinni og mér fannst nánast eins og að væri eitthvað að mér vegna þess að allir sem voru í kringum mig hafðu svona ákveðna svona yfirsýn yfir þessi mál, en að því ég kem svo nýri inn að þá þurfti ég bara að biðja fólk að útskýra þetta fyrir mér eins og ég væri 10 ára. Vegna þess að ég skildi ekki lögfræðimálið eða þetta svona alþingismanna tal. Að því þau eru vön að tala þannig og ég bara sem nýr aðilinn í pólitík það ekki. Þá bara nýta sér þennan skort á bakgrunni þínum sem styrk að koma inn með annað sjónarhorn hlutverki nemandans þá gengur ekki út frá neinu sem gefnu þannig að getum við ekki bara verið sammála um það að þetta er ekkert endilega handicap, þetta er ekki endilega neikvætt. Nei, alls ekki. Vegna þess að ég held að sko spurningarna sem að ég kem með koma með öðrum augu, þetta er annars konar augu og ég er mjög óhræddur að láta vita ef ég skil ekki. Þú þykist ekki vita það sem þú ekki veist. Vegna þess að það mun alltaf koma þér allavega í, þú veist, hefur verið svona reynsla mín í gegnum mín ævi að það er miklu betra að viðurkenna og vitir ekki eitthvað heldur en að reyna að grafa þau upp úr því með því að fara með þessar hefðbundnu ræður þú veist, einhvern veginn að koma þér út úr því að þú veitir ekki eitthvað. Og ég held að það sé bara mjög hollt fyrir okkur í stjórnmálum að geta viðurkennt að við bara vitum ekki eitthvað og svo bara getum að það bara beðið aðstoð. Ég meina það er dásamlegt fólk sem vinnur á Alþingi sem er alltaf til í samtali og meiri segja eru þingmenn sem eru í minnihluta en í nefndunum mínum. Ég er bara mjög gott samstarf í mínu nefndum. Og ég rölti bara til Óla Adolfs í Sjálfstæðisflokknum sem hefur gríðarlega mikla reynslu í rammaáætlun og ég bara beð hann að hjálpa mér að fá eitthvað skonar yfirsýn. Og það var bara mjög heiðilegt og gott svona samtal. Og þannig á þetta að vera inn á Alþingi. Þetta er stundum svolítið keppn það, þú veist, að vera að keppast finnst mér svona skrýtna hluti stundum. Þetta finnst mér góð byrjun á spjalli, þú er búin að slá auðmjúkan tón, við skulum endilega bara halda okkur þar. En nú ætla ég að fara með þig aftur í tíman. Þú ert sonur Pálma Gunn. Já, og Þuríðar Sigurðardóttur. Þetta eru 2 súperstjörnur. Voru þau saman, varstu sem sagt á heimili þeirra beggja eða skilja þeirra leiðir fljótlega? Já, sko þau skilja bara því ég nokkra mánaða. Þannig að það er engin minning hjá mér samband mömmu og pappa annað heldur en það sem það er bara í dag. Nei. Og í raun og veru er það náttúrulega ákveðin svona blessun, ég segi þetta að þau skildu nú hafa skilið út af því að þar kemur náttúrulega inn allt þetta dásamlega fólk sem er þá eins og með stjúpföður minn Friðrik Friðriksson og stjúpmömmu Ólafsdóttir og þau náttúrulega foreldra og þetta var allt saman dásamlegt fólk og þá einhvern veginn bara var fjölskyldan einhvern veginn stærri og ég naut mjög góðs að því að kynnast því góða fólki. Og þú varst ekki dregin í gegnum einhverja deilur og erjur eins og er hjá fólki sem að tekur langan tíma að skilja stundum? Nei, ég nefnilega vegna þess að móður mín mamma var rosalega dugleg að hún passaði rosalega vel upp á samband mitt við pappa. Pappi svona mín fyrstu ár var náttúrulega að eiga við sín mál sem að náttúrulega guðblessanlega er núna komin frá því ég er búin að ná þessum gríðarlega mikla árangri sem að náttúrulega sonurinn er mjög stoltur að. Og svo nefnum orðið upp átt ef einhver veit ekki hvað við erum að tala til dæmis í yngri kynslóðinni, við erum að tala alkohólisma. Já, við erum að tala alkohólisma, já. Þannig að, en sko, móður mín, hún gerði sér alveg grein fyrir því
hvaða pabbi var að eiga við og þrátt fyrir að hafa kannski geta farið þá leið að eins og maður hefur séð að það sé bara lokað og að það fari einhvern veginn allt í lás að þá varði hún samband mitt við pabba þannig að við nutum báðir góðs af sem að síðan náttúrulega gerir það verkum að þegar að pabbi nær síðan þessum árangri eða þú veist og að þá einhvern veginn tekur hann við því bara fljótlega þegar hann búin að ná þessum árangri og sambandi mitt við pabba náttúrulega bara ofboðslega gott, við erum miklir félagir. Þetta viðhorf móðurinnar lýsir bæði þroska og framsýni og var ekkert endilega sjálfgefið á þessum árum. Nei, sko það sem nei, alls ekki og ég hef oft velti fyrir mér og hugsað þetta en það sem ég hef ekki rætt þetta kannski beint ég bara mamma sá kannski pabba áður en hann fer að eiga við þetta þannig að pabbi þetta er dásamlegur maður sem að elskar fjölskylduna sína en eins og við vitum bara hvernig þessi fíknisjúkdómar breyta fólki að þá dregur það náttúrulega fram það versta í fólki. Þrátt fyrir sjúkdómi þá var pabbi alltaf góður. Hann var náttúrulega bara sjálfum sér verstur og hann gerði allt í sínu valdi til þess að halda sambandinu okkar í lagi en var bara stundum ekkert fær það. Þannig ég held að mamma hafi kannski svolítið verið að íta á að þegar að pabbi mætti ekki, vegna þess að náttúrulega pabbi í mínum tíma, pabbi á þessum tíma náttúrulega bara fyrir ungan strák náttúrulega bara Guð almáttugur. Þannig að hún einhvern veginn lét held ég bara pabba vita að þetta væri ekki gott. Og já, hún alveg ótrúlega móður minn. Hefur pabbiðinn sagt þér síðar að tilkoma þín og þú hafir kannski verið einn ástæða þess að honum tókst að hætta að drekka og gjör snúa lífi sínu, lifir virðingaverðu lífi í dag? Já, ég held að með fíknisjúkdómana þá náttúrulega eru alls konar ástæði fyrir því að manneskja kemst á þann stað þar sem hún vill virkilega breyta og auðvitað spilar fjölskylda inn í, þú veist, ég bara þekki pappa minn það vel að auðvitað það hugsunin. Þér líður ekki vel þegar þú ert að fjarlægast börnunum og eiginkonu og fjölskyldu. Þannig að ég var að hugsa með daginn, ég á alveg óðbúslega falleg bréf sem að pappi sendi mér þegar hann var í meðferð út í Bandaríkjunum. Það var þeim tíma sem að svona helstu sögurnar að hann var í látin fóru á stað. Já, einmitt. Og meiri segja ég satt á sögu þegar einn kennari kom til mín og vottaði mig samúð af andlati föður minns í skólanum. Það gekk bara alla leið. Já. Og ég náttúrulega fæ líka að hafa fullt af fólki sem að rætti og spurði mér bara hvort að pappi mér væri dáinn. Þannig ég. Hvað ertu gamall þarna? Hvað það? Ég til 80 og 10, 11, 12 ára. Bara mjög ungur. En ég á mjög falleg bréf frá pappa sem að ég mun verða þetta sem að sýnir fram á svona þetta samtal við barnið þegar þetta biðja afsökunar og hann gerir það mjög fallega og að því að maður markerast á því náttúrulega hvað maður sér sjálfur sem krakki en ég hef það fyrir reglu með börnin mín að ef að ég finn fyrir tilfinningu að ég hafa kannski verið og byrjaður eða reyður eitthvað svoleiðis, það bara sest í niður með þeim og biðja afsökunar. Og það bara, það bara rosalega hollt og það rosalega gott fyrir þau að vita að foreldrarnir séu líka náttúrulega bara mennskir og briskir. Þetta til margs breytta tíma. Þetta hefur líka verið mín aðferð gagnvart mínum börnum að þykjast ekki vera neitt annað en ófullkomin mannvera sem stundum gerir mistök og biðjast afsökunar á þeim. En kynslóðirnar á undan okkur, þær sáu kannski ekki alveg tilgang með þessu og þær héldu kannski að þá færi allt að riðlast til innan fjölskyldunar og annað dæmi náttúrulega með hræðilega hluti og erfiða hluti sem kannski áttu sér stað fyrir framan augun á þeir sem barn að skilningur fólks á þeim tíma var oft sá að það væri betra að ræða ekki það sem hafði gerst sem svo jók meinið oft. Þannig að ég veit alveg hvað þú ert að tala um þarna.
en það kom með eins og með hérna móður mína, að hún var alltaf rosalega opin á til dæmis veikindi pappa. Já. Það var bara mjög eðlilegt samtal þegar ég var aðeins eldri, þegar ég svona hafði kannski listamannshjartað í henni kannski. Já, og hérna og það, já, þetta var einhvern veginn í mínum huga var einhvern veginn svona skilningur á því hvað hann var að ganga í gegnum og þess vegna kannski þetta að því maður svona meðvitar í raun og hver endalók þessa sjúkdóms náttúrulega getur verið að þá maður náttúrulega svo ofboðslega þakkláttur fyrir að það fólk sem nær þessum árangri, þú veist, sem að kemur sér út úr þessu hvað maður verður sér þakkláttur að þetta ekki sjálfsagt. En þú ert ekki sjálfur alki? Nei, ég er ekki alki, nei. En ég hef alveg þurft að fara mína leiðir og ég hef alveg fengið, þú færði þetta náttúrulega ákveðni gjöf, það er bara spurning hvar það lendir. Ég er náttúrulega þurft að eiga við matafíkn til dæmis, það var eitt sem ég þurft, já. Langt síðan? Nei, sko, það er náttúrulega bara alltaf. Það er alltaf? Já, bara, þú veist, ég sækist, sko, að þetta, í enda dagsins er þetta náttúrulega alltaf að sækist í ákveð dópamin. Þú ert alltaf, þú ert eitthvað leiður, þannig að þú ert að sækjast í að fá dópaminni afhent. Þannig að matafíknin hefur sett svona svolítið strikkireikningi á mér sem ég þurfti að eiga við. Líður þér þegar þú fellur í matafíknin eins og þú þurfur að hlaða þig fyrir svefnin? Já, það er svolítið þannig. Já. Það er hérna, og ég náttúrulega, sko, þetta hefur komið við á fleiri stöðum hjá mig líka. Af því að þetta er náttúrulega genatíst og þú ert í grunninn og ég sko ræði þetta eins og með þetta fá dópamínskammtinn. Eitt af því að vera til dæmis með athyglisbrest að það er alveg rannsakað að þetta hefur áhrif á dópamín. Þú ert með hann, athyglisbrest. Já. Og þannig að þú ert að fá öðru í þessi skilabóð og þú sækir í þetta dópamín og svo náttúrulega verður eitthvað ójafni á því. Þú þarft meira til þess að fá venjulegan skammt. Og það er alveg eitthvað sem ég fekk bara í vöggugjöf og ég man eftir því bara sem krakki að ef mér leið illa þá var ekkert eins gott eins og nýmjólk og keks sko. En svolítið daginn í dag er bara ekkert eins gott eins og nýmjólk og keks það er bara ef mér líður illa það er bara ég sækist í það svolítið þegar ég er undir álagi. Ég var í brúðkaupi í sumar hjá ungum frænda mínum sem að giftist franskri unnustu sinni og þetta er óbúslega duglegur strákur sem með doktorsgráðu og hefur náð öllum sínum markmiðum þeir svo að það hafi verið bara eitt sem hann ætti engan séns gagnvart og það væri einmitt kexpakki og mjólkurferðna. Það er bara, ég veit ekkert betra og sko ég er líka þannig að ég aldrei verið mjög hrifinn af til dæmis gosi en ég gjörsamlega elska ískaldan ímjólk og ég, sko, það er ákveðið svona og ég var með pappa núna hérna, ég vorum að veiða í sumar og þar var pappi að fá sér mjólkuglas og hann, sko, hann drekkur mjólkina alveg eins og ég lignir svona augunum aftur og kemur svona sælu svona svipur og þarna er ég akkurat líka. Þarna heldur statur. Já. En ég var með Snorra Másson hérna í óþækta þingmannum kannski fyrir hálfu ári eða eitthvað svolítið sem mann ekki hvenær það var, kannski vor og þá barst talið að ADHD og hann spurði er ADHD til? Og hérna ég held að hann vilji meina að þetta sé svona eitthvað lært hjálparleysi hjá mörgum samtímamanninum að við séum að ræða það, við séum einhverja greiningar og eitthvað svona. Hvað viltu segja, Snorra? Hvað vil ég segja við Snorra? Já, alltaf sé ekki bara best fyrir mig að segja að ég er bara ekki sammála Snorra og það er bara allt í góðu. Og það var því bara lokið. Já, það var því bara lokið. Ég svo sem hef lifað með þessu alla mína ævi, ég hef séð í raun og veru ég á líka vinir sem eru með athyglisbrest. Stjúpsonur minn er með athyglisbrest. Ég er ekki búin að sjá það kannski í strákunum mínum en ég er svona fylgist með því. Ég markarast alveg af athyglisbrest, ég markarast alveg í skólagöngunum minni. Og hef í raun og veru þurft að vinna og finna lausnir hvernig ég get unnið með athyglisbrestin. Þannig að í mínum huga er þetta mjög raunverulegt, þetta er eitthvað sem að því að ég sé það bara í stjúpsinu mínum að þegar hann fær sín lyf að þá sunkast hann niður. Og ef það eru lyf sem að farið til þess að fókusera
það er að segja færður úr þessu að þá náttúrulega augljóslega er þetta eitthvað sem að tengist líffræði sem að er eitthvað sem að þá ég myndi segja að væri mjög augljóslega að þetta sé ekki áunnið eða eitthvað kennd hegðun eða alibæ eða fjarvistarsönnun eins og ég held að Snorri haldið þetta sé í einhverjum tilvikum. Okay. En Já, við bara erum ekki sammála það er bara og það er líka bara það er í grunninn það sem að starf mitt gengur út á það er, ég fæ borga fyrir að vera ósammála fólki. Já. En sko alin upp af 2 listamönnum ertu sjálfur listrænn og frjálslegur? Já. Ég það er mjög ríkt í mér. Það er, ég sem mikið af tónlist. Ég hef verið að semja tónlist fyrir sjónvarp og eftir ég byrjaði að gera sjónvarpsþættina mína þá datt ég inn að semja fyrir sjónvarp tónlist. Ég fór í 2 ár að læra píanó en svo bara hélt ég einhvern veginn áfram sjálfur. Mér finnst mjög gaman að mála þó ég hef svolítið langt síðan ég tók upp pensilin en það mun örugglega gerast mjög brálega. Já, þannig að ég er mjög svona skapandi í hugsun. Já. Og hef í raun sko, ég er svolítið svona ég myndi segja það væri mun meiri listamaður í mér heldur en pólitíkus. Já. það en ég held að sé mér mikið að það sé listamaður sem er í pólitík og en ég verð að skapa eitthvað og ég er alltaf og það fer alveg það er alveg alls konar aðferðir sem ég hef bara til þess að þetta róar kerfið mitt. Já. Ég held að sko, þeir sem eru listamenn að þér fer að líða illa ef þú nærð ekki að skapa. Þetta er bara svo ríkt í fólki. Já. Að ef að langt síðan þú sest niður við píanó eða langt síðan þú hefur verið að mála eða taka ljósmyndir, ég tek mikið af ljósmyndum. Það veitir mig bara ákveðnar gleði. Já. Og það er svona nánast sko erfitt að vera með mér í bíl ef þú ert ekki með athyglisbrest. Af því að ég er rosalega mikið að skanna. Ég skanna endalaust alls konar form og ég hlusta á tónlist í litum og ég sé þetta allt fyrir mér einhvern veginn í hausnum á mér. Já. Ég get tekið undir margt af því sem þú segir. En hve gamall ertu þegar þú kannski áttar þig á að þú ert ekki með alveg sömu spil á hendi eins og mjög margir aðrir og hver var þín leið til þess að bregðast við því? Sko, ég man ég á mjög sterkar minningar þar sem að ég er heima að reyna að læra og ég næ ekki að fókusera og bara mjög ungur þar sem ég man eftir og þetta var mér fannst þetta mjög erfitt þess að þú ert náttúrulega með krökkum í skóla sem að ná ákveðnir svona yfirsýn eða þau ná að lesa og muna þannig að ég fer bara mjög fljótlega áttum að því að það er eitthvað ég er ekki einhvern veginn að ná þessu og fyrst held ég að þetta hafi eins og gerist hjá mörgum að þú ferð að álita þig vera svolítið vitlausan. Það er að segja að þú ferð að spegla því í öðrum og þá færðu þessa svona tilfinningu að þú sért kannski ekki eins klár. Fékkstu líka þau skilaboð frá kennarunum? Já, vissuleyti, já. Einstaka kennari samt sem að sá að það var svona það var eitthvað bakvæðans líka. Sá meira í þér. Já. Og ég held að sko, þessi ár sem ég verið í skóla hafi verið kannski svolítið byrjun þar sem fólk var farið aðeins að svona sjá þetta. Hvenær ertu fæddur? Ég er fæddur 1974, þannig ég er 51 árs. Já. Að verða. Já. Það er 9 ára milli mín og þín. Já. Og ég, af því að ég var líka vitni af því sem að þú varst að lýsa, það var ekki skilningur á þessu í minni skólastofu. Fórst í Tossabekkin? Nei, sko, ég var sjálfur mér gekk mjög vel í skóla. Já. En í bekknum voru lesblindir einstaklingar og aðrir sem voru ekki búnir þessum hefðbundnu tækjum. Já.
og það var engin skilningur þá komin, en þú segir fættur 74 og þetta hafi svona aðeins verið að byrja. Já, það var ekki samt komið í skólan, ég held að það bara að kennarar hafi verið að átta sig á því, því ég það eru 2 kennarar sem að sáu eitthvað í mér. Og ég man til dæmis eftir því að ég var í sögu og þar var kennari og við áttum að fara í, þá fengum við að fara í svona starfsleiðangur eða starfsdag, þar sem við krakkarnir fóru þá í fyrirtæki og þú ættir að eyða deginum í fyrirtækinu og svo ættir að skrifa ykkur að grein þessa upplifun. Já. Krakkarnir í mínu bekk, þetta var annarkot Coca-Cola, það var Vífufell, það farið í Nova Sirius, það farið svona fyrirtæki sem þau bara mjög klár, bara vissu það að þau myndi fá nammi. Ég ákvað að hringja upp í Þjóðminjasafnið og hérna... Skorið þið verulega úr þar? Já, ég var eini og sem að hringdi þangað og ég man svo vel eftir því að hún var svo glöð, konar sem að tók í símtalinu, ég skildi vilja koma. Þannig að þegar ég kem þangað, því þarna lá áhugi minn á ykkur gömlu, þetta var þessar sögur, ég finnst ofboðslega gaman að hlusta á skemmtilegar sögur og sérstaklega ef ég get tengt mig einhvern veginn og verið með einhvern hlut sem að tengist sögunni, það er eitthvað svona, mér fannst alltaf dásamlegt. Eins og við höfum séð sjónvarpsþætti. Akkurat, og þeir eru byggðir á þessum barstlega áhuga mínum. En þau taka á móti mér og ég bara, þetta er fyrir breytinguna náttúrulega á húsinu, þannig að þau náttúrulega voru með allan safnkostinn nánast í gamla húsinu og ég fekk bara lykla og ég mátti bara ganga og skoða allt og ég meiri segja, þá var skrifborð Jón Sigurðssonar og pípahatturinn hans, hann var náttúrulega bara á skrifborðinu og svo var bara pínulítið snúrar sem var þarna fyrir, sem að fólk að beða að fara ekki yfir. Og ég spurði hvort ég mætti setjast og það var ekkert mál og ég satt við skrifborðið með pípahatinn hans og ég fekk að skoða hann í kassa þar sem voru hauskúpur og þarna einhvern veginn fæ ég svona, og ég man þetta svo vel að því að ég og eftir ég fór að gera þættina þá fór ég að hitta fólki sem var að vinna á þessum tíma sem að mundi eftir mér en þarna fæ ég kannski svona pínunitla sönnun þarna sem ég skrifa síðan smá ritgerð sem var einblöðungur á vísu. Í ritgerðinni talaði ég hvað þetta er mikilvægt starf og hvað er mikilvægt fyrir stjórnvöld að láta Þjóðminjasafnið fá meiri pening. Mjög gott. Já, þannig að og ég las þetta daginn og var því ennþá þessa ritgerð. Af því þar fékk ég í fyrsta skipti einhvern sem var manni hvað það var 9 eða eitthvað svoleiðis. Já. Af því þá kemur þessi áhug og þá ég man eftir því að þetta komur óvart þegar ég sá að því ég var alltaf hangandi einhvern veginn sikur megin við 5. Já. En síðan fer ég úr grunnskóla og ég fer verið 2 vetur á Alþýðuskólanum á Eiðum og það náttúrulega það var alveg dásamlegt en það eftir þann skóla þá flýtti til pappa, ég veit að hlaupa hans yfir en þá Anna Ólafsdóttir, stjúpmóðir mín, hún lærði kennari og hún í raun og veru sýni mér fram á það að ég væri ekki vitlaust. En þarna er ég, hvað er ég gamall, 16-17? Það er ekki eiginlega fyrir þá sem ég sé, þannig að því Anna er náttúrulega algjör snillingur og hún einsetti sér það að láta mig ekki fá það á tilfinninguna að ég var ekki að skilja. Þannig að ég var svo fljótur að gefast upp og ég var orðinn svo góður í að koma mér úr aðstæðum sem voru erfiðar. Hún átti að sjá mikilvægi þess að bakið væri beint en ekki bogið á þessum. Þannig að ég var alltaf vanur að vera og þetta verður svo flókið að halda sambandi. Þannig að hún í raun og veru sýnir mér þarna í fyrsta skipti að ég bara má segja það að þetta hafi mót svona kannski svona ég náttúrulega áttaði mig ekki á því þá en þetta mótaði mig af því að maður var aðeins bitni í bakinu Já. Og eftir svona róstu saman uppvöxt hvað þetta var þar þetta er náttúrulega, við erum að tala miklar áskaranir þá er kannski styttra í þakklæti hjá þér en ella því oft það þannig að það sem ekki drepur okkur, það bætir okkur og herðir okkur Já, og ég held að þetta sé ekki líka þetta náttúrulega mótaði sem einstaklinga til að líka mótar þig hvernig þú tekst á við áskoranir. Já.
Þetta vissulega var líka ákveðin feluleikur, þar að ég var rosalega góður að draga mig út úr aðstæðum sem mér þóttu vera erfiðar, en samt gaf mér alveg ofboðslega góð tæki til þess að finna lausnir sem að hentuðu mér. Já. Það að segja að, hvernig get ég haldið fókus? Þú verður á endanum einhvern veginn að finna hvað er sem ég þarf til þess að láta þetta ganga upp. Og ég er alveg óendilega þakklátur fyrir það í dag. Ég væri ekki á þeim stað sem að ég er akkurat núna í dag. Ég væri ekki á þessum stað nema ég hefði fengið þessar áskoranir í hendurnar. En þú varst hvorki lesni skrifblindur? Skrifblinda. Varstu skrifblindur? Já, ég átti... Já, ég er búin að vinna úr því. Þú er búin að vinna úr því? Já, ég get eiginlega sagt að það hafi gerst þegar ég byrjaði að vinna upp í Seðlabankanum. Þá var ég fyrst hræddur að ég þyrfti að svara fólki og það var ekki mjög gott að vera með of mörg enn. Og ég veit að þú varst óhefbundin umsækjandi þessa stöðu í Seðlabankanum, ekki satt? Jú. Og varst svolítið svona sérstakur á starfsmannalistanum? Já, ég held að ég hef verið eini ómenntaði aðeins, það er að segja, ekki búin að klára nám. Ég fór í 2 ár í framhaldsskóla og ég fór í 1 ár í iðnskóla. Þannig að ég var ekki búin að klára menntun. Þannig að Þú hefur ekki tekið stúdentspróf? Nei. Og það í raun og veru, ef við setjum þetta í einhverja tímar, það er, ég var sér 2 ár á Alþýðuskólanum Leiðum, svo fer ég til Dalvíkur sem Anna var að kenna mér og tók þar einu önn. Síðan þegar ég flytta norðan þá ákvað ég að fara hingað suður og það var svona draumurinn að læra gullsmíði. Já. En það var náttúrulega mjög erfitt að komast inn í gullsmíði á þessum tíma, þannig ég náði ekki að koma mér fá eitthvað gullsmíð til þess að taka við mér, þannig að ég fer í Iðnskólanum í Hafnarfirði og fer á hönnunarbraut þar. Þegar ég er í því námi þá sé ég auglýsingu frá Air Atlanta flugþjónustarfið. Móðir mín náttúrulega var flugfreyja og hafði verið að vinna fyrir Air Atlanta, þannig að ég ákvað, þá er ég 19 ára þegar ég sæki starfið. Og þegar ég er 19 ára þá líti ég út fyrir að vera 14 ára. Já, var það? Já, myndin af mér fyrsta daginn í vinnunum minni í Atlanta, það er alveg kjánalega, það er mjög fyndið. Þannig ég var mjög unglegur. Þú ert reyndar ennþá frekar unglegur. Já, þakkaði fyrir það. Ég beið eftir þessu. Þú náðir því það? Já, akkurat. Þannig ég fyrir að vinna hjá Air Atlanta. Já. Þrátt fyrir að ég var of ungur og fyrsta verkefnið var í Nígeríu. Þá var ég 20 ára. Og ég er að vinna hjá Air Atlanta í 6 ár. 6 ár? Og flög út allan heim og þetta er bara einn skemmtilegustu ár. Þannig að ég kaus að taka ævintýrið svolítið af því að og ég ætlaði síðan bara alltaf að fara í námið eftir í þetta fyrst hugsaði mig vera bara 1 ár. En síðan alltaf var þetta bara ofboðslega gaman og fyrir 20 strák til 26 ára var þetta alltaf bara algjört ævintýri að fljúga út allan heim. Ef maður er á góðum stað í lífinu þá er maður oft meðvitaður þá hugsun að allt sem við gerum sé einhvers konar menntun, tækifæri til mennta. Nú dettur mér í huga 6 ár í þessum bransa hafi verið alveg gríðarleg þjálfun til dæmis í mannlegum samskiptum og mannlegu eðli. Já, og áskoranir. Og það má segja kannski ég hef verið undirbúin undir það að fara svona einn út bara að því ég var þarna á Alþýðuskólanum Leiðum í heimavist. Já, einmitt. Þar er ég 15 ára þar sem ég þarf svolítið að sjá sjálf að mig þótt að maður kann alltaf tekið upp símann og biðja að senda þessi 500 kall með postgíró. En Air Atlanta var alveg rosalega gott fyrir strák og Garðabæ sem að átti foreldrar sem að voru ofboðslega dugleg sem að börðust fyrir ég meina, þau eiga einbýlishús en ég meina jólagjafi þeirra fyrstu 15 árin sem mann eftir voru bara hurðar og vaskurinn og klósettið og gestaklósettið. Ofboðslega dugleg, en ég upplifi náttúrulega aldrei neitt skort. En svo er bara fyrsta verkefni sem ég fer í, það er að fara til Nígeríu og þar fariðu náttúrulega þessa ofboðslega öfuga myndu þegar hvernig þú upplifir lífið.
þannig að og það var eitthvað sem ég þurfti síðan að læra og bera virðingu fyrir því vegna þess að ég man eftir því og þú veist ég hef sagt þessa sögu að ég var ekkert í Bangladesh, þá var ég búin að vinna á Air Atlanta, ég man ekki hvort það var 1 ár og þeir eru 21 árs og það náttúrulega það er náttúrulega ekki brjálæðislega mikið að gera þarna hjá þér þú veist, svolítið vitluð svona svolítið gaman og mikil svona humoristi en við förum á það er 1 hótel sem við gátum gist þarna í Bangladesh og þar var veitingastaður búin að sko keyra frá flugvöllunum á hóteli var náttúrulega ekki nema fátækt og ofboðslega erfitt og sérða og bara fannst það svo kemur þetta hótel og þá er einhvern veginn búið að setja það í eitthvað svona búblu aftur svo fer ég á veitingastæðin rosalega flott og ég segi við hérna þjónina hún kemur og spyr mig hvað bjóða og ég segi til að alla matseðilinn sem var 4 blaðsíður af alls konar réttum og mér fannst þetta alveg rosalega fyndið það því að við vorum alveg brjálæðislega vel launuð á þessum tíma og þetta var svona fannst þetta bara svona sniðugt að sjá svo á ég stund þar sem ég er við borðið og þjónarnir eru að koma með þetta og þeir eru að hlaða sér diskunum og ná hvort annar en einhvern veginn að láta þetta passa allt saman á borðið og þetta varð allt saman rosalega kjánulegt og þá fekk ég skammaðist mín alveg svakalega og helltist yfir mig bara hvað ertu að gera af hverju ertu að sko að láta þeim af hverju ertu að setja þau í þessa stöðu af hverju berði ekki mér í virðingu þannig að ég húskammaðist mér og ég þetta hefur setið í mér alveg sem eftir Var þetta einhvers konar moment of clarity eins og sumir Já, út af því að þarna sýndi ég fram á náttúrulega bæði gríðarlega hvað maður að segja bara hroka Já, þetta hroki og óvirðingu ég veit að maður ég er ungur maður þarna en það afsakaði ekki þessa hegðun þannig að ég fer upp á hótelherbyggju og ég man eftir því að mér leið alveg hryllilega og ég fór síðan niður og ég bað afsökunar af því að ég náttúrulega gat ekki klárað þetta og þetta var bara svona þetta var ekki gott en eitthvað sem að ég þurfti bara á að halda og þá breyttist viðhorfum mitt gagnvart lífinu svolítið eftir þetta og var svona öðru í sig virðing Skott þú segir þessa sögu og ég tengi mjög við það þegar maður ég og einmitt líka svona fíblasögur að sjálfa mér, hrókasögur að sjálfa mér nákvæmlega þegar ég var 21 árs gamall láta leigubíl bíða fyrir utan veitingastað og vera þar inn í 3-4 klukkutíma bara til að senda einhver skilaboð það að ég er astni þetta hvert það er bara, maður náttúrulega getur verið þakkláttur fyrir að eiga þessu stund og maður lærir á henni því ég man eftir, ég ætla alltaf að muna þetta ég á svona nokkuð moment þar sem ég segi bara, ég ætla að muna þessa tilfinningu ég ætla ekki að gleyma því hvernig mér líður akkurat núna það er svona það er einmitt þessi augnablik sem óvirkir alkar svo fyrir nú oft þangað að þeir þurfa einmitt oft að sækja í botnin sinn í huganum alltaf að minna á hvað hann átt að koma þegar að koma einhverja rangkumindir að hætti þeir á að hugurinn spillist einhverjum hætti en þetta er mjög áhugavert og þú myndist ég tók þér reyndar afsakaðu að ég tók þig í aðra átt þegar þú varst að ræða Seðlabanka svona er skemmtilegstu samtölu einmitt, akkurat, bara út og suður en hvað varstu lengi í Seðlabankanum og hvað varstu að gera? Ég starfaði þar frá 2015 til 2025 ár ég sá myntsafn Seðlabanka Íslands og Þjóðminjasafnsins og ráðinn inn sem myntfræðingur og hafði þá lengi haft áhuga á myndinni við fórum akkurat ég fyrir sögu ég var einn af mér minnir að það hefði verið 60 en ég þóri ekki samt að fara með það var alveg tónokkuð margir sem sóttum þetta starf það sem ég hafði kannski framfyrir þó ég hafi ekki verið með námið en þá var ég með gríðarlega mikla þekkingu á myntfræði
Já. Ég byrjaði að safna þegar ég var ég gekk í myndsafnarfélagi þegar ég var 11 ára næst yngsti var 35 Já. og ég mætti alltaf bara með mína skjalatösku og bara fannst þetta alveg stórkostlegt, þannig kemur inn á söguna halda á pening frá Róm bara eitthvað sem að Jesus, þetta eitthvað sem að haldi á þessum pening Það náttúrulega rosalegt. Já. Og þannig sá ég, og þetta voru allt saman ævintýri þannig ég hafði rosalega mikinn metnað fyrir því að komast í þetta starfa því að safnið gríðarlegt og ofboðslega fallegt mikla sögu og ég sem sagt tek við góðum vinnum mínum það Anton Holt sem að sá myndsafnið á hann ég kom þangað og ég var þarna í þessi ár að ljósmyndaskrá og í svona pínlítið rannsóknarvinnu en að því að ég að þá leiddist ég líka í alls konar inn í Seðlabankanum og ég til dæmis tók allar ljósmyndir fyrir Seðlabankan bæði utan að vantaði svolítið síðuna og þannig að ég dagurinn alltaf skemmtilega að vera fjölbreytni í því og þannig að ég sagði þér alltaf já dásamlegt fólk sem að var að vinna þarna frábær tími ég fekk svolítið á tilfinninguna sem ég fekk líka þegar ég kom inn á Alþingi það var svona á ég heima hérna ég verið svolítið svona siggi af því að þarna inni náttúrulega rosalega hátt menntunarstig og fólk sem búið að tileinka sér og ég fann eiginlega svolítið fegurðina í því hjá fólki að ræða við fólk hagfræði sem að búið að vera að læra sem lærðu það kannski tóku ykkur 10 ára að taka masterinn og svo bara að vinna það og þau eru alveg svona ég skildi það hvað þau voru heldegin ég bara, þráhyggjan eitthvað sem ég hef alltaf gengið fyrir af því að þráhyggja getur verið bæði góð og hún getur verið líka slæm en þar inni var bara ofboðslega skemmtileg samtöl við fólk sem að hafi bara elskaði starfið sitt Já og þú ert enn í þeirri stöðu að skera þig úr það mánuði fyrir kosningar sem að einhvern veginn þú færð þá flugu í kollin eða einhverjir aðrir í kringu þig fá þá flugu í kollin að þú sér þingmannsefni Já sagan eiginlega hún byrjar aðeins fyrr að vísu þá hafði ég samband við Ingu og var að spyrja hana aðeins út í varandi örkubætur þá var aðeili sem að mér mjög nátengdur sem var að skoða að fara á örkubætur og ég fer að lesa með þess til þetta og ég sé að þetta er eitthvað skrítið það er ekki verið að taka vel á móti fólki sem að og það er ekki verið að fara vel með fólk þannig ég hef sambandið Inga Sæland svaraði mig mjög kurteislega benti mér á eitthvað og en síðan síðar þá var ég að gera sjónvarpsþátt náttúrulega var að gera fyrir alla muni og einn af viðmælandunum í þættunum var Jakob Frímann Magnússon ég ætla búin að þekkja Kobba frá því ég var strákur hérna pappa og við erum eitthvað að tala og það lágu tárun augun á mér þetta var svo skemmtilegt símtal en þá einhvern veginn, ég veit ekki af hverju við komist þangað en ég segi eitthvað við hann í svona rælni og bara flott hvað þið eru að gera í flokki fólksins þið eru einlægt það er eitthvað sem að ég tengi mig við ég á einhverjum að strák þannig ég var búin að fara í getum allt þetta kerfi sem er ofboðslega þungt og ofboðslega erfitt að fá upplýsingar þannig og ég trúði Ingu hvernig hún hún er svo Inga en hún er alveg dásamlega einlæg að hún er að berjast fyrir þá sem að fyrir þeim hóp, bara fyrir því fólki sem er búin að gera frá upphafi. Þú fann skjól og virðingu í hennar rödd. Já, bara ég trúði að hún væri ekki að bulla. Þetta væri ekki enn einn pólitíkusin sem væri bara að fara með fallegar ræðum, þú veist, endilega að gera allt fyrir alla, einhvern veginn. En ég talaði sér til Kobbi og Kobbi segi þá líka í ykkur svara, já, þú þetta bara að koma þér einhvern veginn í pólitík og ég bara, ok, bara höldum áfram næsta símtal, næsti aðli sem ég ringi í viðtalið og svo nefnilega gerist það að Kobbi kemur sín í viðtalið og mér minnir að það hafi verið sko daginn eftir að ríkisstjórn sprakk þegar Bjarni Ben tilkynnti þá var hann að koma í viðtal og
og hann meira ekki að koma í viðtal til mín, hann að fara í viðtal til hennar Viktoríu, en ég ákvað að vera við að því mér langaði bara að hitta Kobba, þannig ég ákvað að koma og vera þarna daginn og Kobbi hann í þetta að vera sminkan og ég sagði eitthvað í svona gríni, hvað sér Kobbi, að kom með þér þing og hann segi, já það er bara mjög góð hugmynd Sigurður, við verðum bara ég skal aðeins aðtöku þetta og ég svona þá man eftir því það var svona hóri að hugsa tilbaka, ég hef stundu komið upp í huga minn en samt mjög fjarlægt að fara í stjórnmál af því ég frekar ég er ekki opinskátt pólitískur ég hef átt mjög fá samtölu við fólk sem er að tala um pólitík nema hvað að Kobbi hringir sitt í Ástindur Lóu sem er náttúrulega við til kjördæmisins og var og segir henni frá mér þá erum við svolítið að skoða listan og svolítið mikið panik og reyna að fylla að þetta gerist náttúrulega mjög hratt og ég seti hún eitthvað svona já ég þarf að skoða það eins og svo oft gerist þú færð alls konar hugmyndir frá fólki og hún eitthvað svona já ég kíkja á þetta nema að Kobbi hringir í mig og segir ég hef búin að láta Ástu vita hringdu bara í hana ef hún hringir ekki í þig þannig að ég hringi eftir einhverja 2 daga hringi í Ástu og kynni mig og segi henni, þú veist að ef henni vantar eitthvað á listan og þá er ég að hugsa þessi sæti sem eru þá frá 11 og niður þú veist, bara að vera með, bara að vera bakkupið af því þarna var ég nýbúin að fá vinnu í byggðasafninu í Reykjanesbæ einmitt þannig að ég var búin að vinna þarna í 4 mánuði eitthvað svolítið nema að Ástöld segi já, ok, frábært og eins og þetta þú veist, þú færði alls konar þannig að hún segi já, við skulum skoða þetta og eitthvað svona nema að svo daginn eftir þá hún að fara þarf hún að fara til Grindavíkur og ákveður það bara þá mundur þannig að ég ringi kannski í hann og hitt hann bara þetta geti farið og fengið mig eitthvað súp þannig að við hittumst á veitingastæði í Keflavík og áttum það bara mjög gott samtal hún segir við mig að hún sé að leitast eftir ykkur að þetta sé bara svolítið svona 5. ég menn og heldur sagt 5. til eitthvað 8. eitthvað svoleiðis og ég bara ekki að bara heislega þá get ég strikað það, ég hef ekkert verið á framboðslista eitthvað svona bara frábært en svo fann ég mér hans þetta vera svolítið áhugavert af því að ég vissi alveg hver baráttan þeirra var og ég hugsa með mér, ok, þú veist, ef ég ætlaði ekkert í pólitík þá er ég alveg til að fara þessa leið þú veist, ég var til að vera með þeim nema það, hún hringir svo í mig daginn eftir og segir viltu annarsætið og ég fæ þessa eins og ég oft þurft að gera á minni ævi að þá ákvað ég að segja já í staðin fyrir að láta óryggið eða þú veist, þú ert ekki nógu klár til þess að fara inn á Alþingi þú skilur þetta ekki eða, þú veist, við erum öll með innbyggt að maður sér ekki nógu góður það ert ekki nógu einmitt, en þegar þú sagði já. Sástu fyrir þér varaþingmennsku eða þingmennsku? Varaþingmennsku þú veist að ég varamaður og það er allt sem benti til þess að ég myndi verða varamaður bara með við síðustu kosningar þannig að þú veist ég fer þarna inn og ég segi líka bara við minn vinnuveitanda að ég ætla að fara í fyrst, að ég myndi fara þá í annarsæti en það, þú veist, þetta er í vara þannig ég þyrfti að fá eitthvað tíma til þess að kannski skreppin ef það þyrfti. Þannig að á þessum tíma virkaði þetta ekki eins risastórt skref sem þú varst að taka en samt af því þetta er svo fjarlægt það kemur aftur inn á Sigga sem var inn í skólastofinu sem allir skildu bókina og Siggi var bara ekki alveg á sæðinu og mér er eitt svolítið þannig en maður lærir svo lengi sem maður lifir og því meira sem maður lærir því betra og því meira að því sem maður ef ég fæ þann tíma þegar ég kveð þennan heim að bara því minna sem að ég hef sagt ekki þora því betra að sjá ekki eftir ég vildi hefði þannig að það hefur verið svolítið svona bara frá því að bara freka ungur, bara alltaf já en þess að það er alltaf að gera mistök eða að sjá eftir, eða bara ég get þetta ekki, en þess að ég var alveg fengið það Einn vinur minn segir if in doubt, say yes Já, ef það ert eitthvað óveist það bara alltaf að segja já og svo er það snúningur örlegana að kannski sá aðilið þarna sem hefur mikið með það að segja að þú tekur þetta skref að Jakob Frímann að hann var það ekki þingmaður í síðustu kosningum en þú varst það Já
Já, það var svona, ég hefði nú alveg viljað vera með koppa með mér, en þannig pólitíkin alltaf bara, það er bara best að lýsa þessu, pólitík er alltaf bara pólitík og það er rosalega margt sem að breytist í pólitík. Þannig að maður verður einhvern veginn að halda bara sínu striki og ég og Koppi hringdi og óskaði mig til hamingju þegar þetta síðan gerist og við Koppi jafn mikill vinur minn í dag eins og fyrir það, sko. Já, ég meina, Jakob Frímann situr ekki auðum höndum, hann er að... Þetta er eitt duglegasti maður sem ég hitt á ævinni. Já, og honum hefur núna bara síðustu mánuði tekist að fremja margt stórvirkið sem við hefum kannski ekki sett til hans ef hann væri í þingmenn, sko. Er það ekki líka þannig, og ég hef oft sagt það líka, ef það lokast alltaf einhverjar, ég meina, ég var látið fara í Seðlabankanum og það var bara það var bara ákveðnar skipulagsbreytingar. Og var það þá menntunarskorturinn sem að... Nei, það bara, safninu var lokað. Bara það, í raun og veru skipulagsbreyting. Þetta var ekki verið að nota. Þannig að, en alltaf hræðsla, en svo hugsaði ég alltaf, það er bara, þau eru alltaf leitt með eitthvað áfram í eitthvað annað. Eitthvað skemmtilegt. Og vera bara opinn. Mér langar aðeins að breyta tón núna. Ásta Lóa, þeir eru vinir þeir ekki? Jú. Hvað finnst þér hennar mál svo kallað og það að hún skildi sjá sig núna til að segja af sér ráðherraembætti? Sko ég ætla ekki bara best fyrir mig að lýsa því hvernig ég horfði upp á vin minn fara í gegnum þennan prósess og þá ætla ég að nota orð sem að Inga Sæland sagði við mig í eina skipti sem ég hitt hana þegar ég var í kosningabaráttunni með Ásthildi Lóu. Það var þegar Ásthildi Lóu var að kynna mig fyrir Ingu. Inga vildi bara hitta mig og þá sagði hún við mig það er ástæða fyrir því að þetta heitir pólitík en þess að pólitíkin er tík og hún sagði farðu varlega þannig að ég í raun og veru sá þessa góðu vinkonu mína fara í gegnum eitthvað sem að er ég ólst upp við gróusugur, lygar gagnvart foreldrum mínum ég heyrði alls konar útfærslur á lífið þeirra og mér finnst baktal sögusagnir og þetta er það eitt af versta sem ég veit og mér fannst Ásthildur Lóa gera þetta alveg ótrúlega vel, eins vel og hún gat umfjöllunum var mjög oft mjög ósanngjörn og ég fann til með henni hún var ótrúlega flott að segja af sér að taka það skref í allir þeirri óreiðu sem var í gangi að setjast niður og segja bara heyrðu, og eins og hún segir sjálf frá þarna ég ætla að gefa þessu máli sem ég er að gangi gegnum ég ætla að aðskilja það frá ríkisstjórninni og starfinu sem þau eru að gera en ég ætla ekki að þetta sé tengt saman þannig að hversu oft hafa pólitíkusar á Íslandi gert það það er ekki mörg dæmi að menn hafa sagt af sér en ég geti raunum bara lýst þess að þannig hátt ég fann alveg ofbærslega til með henni en hún er ótrúlega sterk hún kemur núna aftur tilbaka hún er að náttúrulega fara úr á þeirra embættinu og hún er að vera þingmaður hún er komin til starfa aftur bara ótrúlega brött og hún ætla bara að fara að vinna vinnuna sína og mér finnst það eitthvað ofboðslega virðingaverk hvernig hún hefur tekist á við þetta mál frá upphafi eða til enda en þannig að ég er bara rosalega glaður að hún sé bara að fara með mig kjördæmið og sé bara svona farin að koma sér aftur í þennan gír það er ekkert margir sem hefði getið gert þetta Nei, þú er kannski svolítið klemdri stöðu þar sem að þú ert að vinna þætti sem eru sýndir á RÚV en ein loka spurning þetta sko, það er margir sem að hafa bent á að svona fréttastofa RÚV sé ekki endilega sá fjölmiðil sem að
ætti að ganga fram með þeim vinnubröðum sem að fréttstofan þurfti að biðjast afsökunar á einhverju leyti og svona. Viltu eitthvað tjáði það? Bara svona... Ég held að, sko, nú ætla ég að vera pólitíkur og ég ætla að svara þess á þennan hátt. Ég vona að fréttastofa RÚV hafi lært af þessu. Ok. Út af því að það sáu það flest allir að umfjöllunin, hún var ósanngjörn. Það að segja að þau fóru of langt. Unni tímarhæki já, en svo aftur á móti líka verður átök á því að það er náttúrulega það umhverfi sem er núna í gangi sem er þá ákveðin sem fréttamennska að það er svo mikill asi að vera fyrstur vera með bestu fyrirsögnuna stæðustu fyrirsögnuna, mesta klikkbeitið að ég held að RÚV ætti aldrei að vera í þeim kappleik. Nei. RÚV á að vera... Þar eru við sammála. Já, þau að vera... RÚV er eini fjölmiðlinn hér á landi sem þarf ekki að hafa fjárhagslegar áhyggjur. Nei, hún á að sinna því að vera í miðunni. Og þau að vera með, þar að segja, bara eiga að vanda sig. Það geta náttúrulega allir gert mistök, það er alltaf hægt að fara of langt. Ég skil að þau skulu espast upp og allir einhvern veginn alveg á miljón, en þau þurfa að setja sér einhvern veginn svona, að því þau eru svo góð í að vera, þú veist, meðan. Og ekki taka þátt í hinn. Leyfa þá bara því að vera þar, en það þú getur leitað til og þá ertu bara svolítið ekki myndaður og sterkar skoðanir, hvort sem er vinstri að hægri. Þetta er gallinn við að mæti svona fá viðtöl, að ég þurfti aðeins að fá þitt teik á þetta, þótt þetta sé aðeins. Nei, allt er góð, nei, og það er sko, þó ég sé að gera þætti upp á RÚV og þá er mínu samskipti við RÚV náttúrulega bara, þú veist, eru tveir aðalar. Já. Ég hef alveg sterkar skoðun á RÚV, ég náttúrulega RÚV er geymir náttúrulega sögu fjölskyldunum minnar náttúrulega safnið þeirra er náttúrulega upptökur frá afa og mömmu og pappa og myndbandsupptökur og það er rosalega margt sem RÚV gerir sem að fólk í raun og átta sig ekki á hvað er mikilvægt starfið. Mér finnst RÚV gera margt rosalega vel en það er bara eins og með allt annað. Allt orkar tvímælist á gjört og ekki til heilagt og við þurfum ekki að henda öll á borðið. Já, og ég væri nú ekki hérna en það er samt þetta með að þetta hræðist maður líka svolítið að því þú varst að segja að ég fær ekki mörg viðtöl. Ég er frekar fljótur að svara þegar ég viðtölum. En ég þarf að læra að aðeins og það er svolítið leiðilegt að þurfa að setja sig ákveðna og þurfa að taka í pásu og hvert þetta og þá ertu að hugsa hvaða leiður átt að fara. En það er pólitíkin í grunni. Að þú ert svona hrædd við að þú segir eitthvað sem þú mátt ekki segja en ég held að það er eitthvað sem ég er ekkert samt sérstaklega hrifin að maður fari í eitthvað þá leið, sko. Nei, það er svona ólík sýn á þetta. Maður hittir stundum stjórnmálafólk sem segir að lykillinn að því að vera góður stjórnmálamaður sé að vera alltaf maður sjálfur, en svo hittir maður líka annað stjórnmálafólk sem segir lykillinn að því að vera góður stjórnmálamaður er að vera aldrei. Alls ekki, að vera aldrei, já. Ég held að þetta sé kannski, þetta er náttúrulega, þú þarf bara að hvað ég segja ég held að ég aldrei eftir að breytast í pólitík, ég vona ég veit ekkert hvað, ég er nýbyrjar í þessu og ég held að ef ég ætti að velja á milli þessum að þú varst að segja núna hvort að maður eigi aldrei að vera maður sjálfur eða alltaf vera maður sjálfur þá held ég þessi miklu betur að þú sért alltaf þú sjálfur af því að ég vil vera kosin inn ég vil fá kosningu út af því hver ég er ekki fyrir það hver ég vil að aðrir haldi að ég sé og það að standa með og standa og falla með minni sannfæringu því að inn á Alþingi verð ég að geta það er að fyrsta sem ég gerði fyrsta dæmi sem ég mætti í vinnuna það var að skilja eftir þær skoðanir sem ég var búin að mynda mér á alls konar málum og það var bara meðvitað þú veist, ég ætla núna að fara inn í þessa nefnd og ég verð svolítið að fara að mynda mér skoðun út af því að bæði eru upplýsingarnar eru öðruvísi og þú ert í raun og veru með, þú ert ekki litaður af hvað maður segir samtalinu sem að þú ert kannski búin að koma þér svolítið inn í og það var mjög gott og ég vil geta skipt skoðun Já þú veist, ég vil geta farið frá því til dæmis að
skiptum skoðunum bóku 35 sem að ég og gerði ég vil skiptum skoðun þú veist á ákveðnum málefnum sem að en ég vil þá bara útskýra það á hverju það er það er að segja að ef að fólk er á móti því að ég hafi þá verð ég bara að segja sko ástæðan fyrir því ég kemst að þessari niðurstöðu er út af því og svo get ég það útskýrt það og ef að þér finnst að vera ef það er eitthvað sem þú ert á móti að þá náttúrulega bara þýðir það að þú ert ekki að skrifa næstu Sigga það er bara, þannig er pólitík en það fylgir í samfæringunum minni Við erum held ég búin að ekki sem skulum samt ekki enda þáttinu bóku 35 þú voru að koma okkur eina spurningu viðbót Já, ég ætlaði bara að nefna það að ég held þessi liðin klukkustund síðan þú settst hérna tíminn hefur liðir hraðar heldur en við kannski sáum fyrir en vonandi hefur það leitt til einhvers fyrir hlustendur áhorfendur ég allavega mér líður eins og ég þekki því miklu betur heldur en fyrir klukkustund þetta er bara í annað skipti sem við hittumst og ég að velta því fyrir mér hvort að ég get ekki bara farið að kalla það Sigga Jú, það er bara og það er sko, það er eitt sem að ég hef lent í svolítið í sko því nú gaf ég út tónlist á tíma þá var ég var kallaði Siggi Pálma Sigurður Pálmason eða Sigur Helgi Pálmason þannig að þeir voru að spila mismunandi útastöðar þá voru búin að setja sko fulla nafnið mitt eða stutta nafnið mitt en það sem að ég bið fólk að gera er bara vinir mínir og fólk bara Siggi og ef þú vilt að ég taki alvarlega þá segir Sigur Helgi Pálmarsson en þess að fyrstu viðbröð mín er alltaf snúið við og sagt að mamma sé ekki starf þess að miður nafnið var notað í þeim tilgangi þannig að ég er alltaf inn á þingi þegar fullt nafnið notað þá er ég alltaf eins og ég sé að ég gert eitthvað af mér þannig að Siggi er flott Ég frýs en þá þegar ef einhver segir Björn Jónas Þorláksson því að miðnafnið mitt Jónas sem að ég nota aldrei það var alltaf ígildi skamma og alvöru En alveg magna hvað það getur sitt í manni En það búið að vera alveg magnað að spjalla við þig Siggi og hérna kæra þakkir fyrir að koma hérna að rauðaborðinu og segja okkur persónusögu þína ég efast ekki að það eru margir sem að fá meira út úr því að fá að vita eitthvað innri mann ykkar þingmanna heldur en þetta endalausa stagl sem er oft leikrita skotið og það inn í svokölluðu eldlínu en er ekki bara búið að vera gaman? Það er dásamlegt, það er bara mjög skemmtilegt Kæra þakki fyrir komuna Takk sem leið Siggi og ekki fara langt kæru hlustendur og hlustendur og áhorfendur við höldum hér áfram með rauðaborðið eftir andartak Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is